Góðan og blessaðan daginn, elsku kæru Íslendingar, nær og fjær. Hér erum við í eldhúsi allra landsmanna, enn einn daginn, þessum votviðrasama, samt fína degi hér í Reykjavík. Allt að gerast, ríkisstjórnin á leiðinni á fund, til að segja okkur, þeir séu væntanlega að aflétta samkomubönnum og skólarnir geti byrjað og allt sé að fara að gerast hérna svona, já, svona hægt og rólega aftur, skulum við segja. En hér erum við í settinu, í eldhúsi allra landsmanna og til mín er kominn þessi fíni maður, vinur minn Rúnar. Velkomin í settið. Takk fyrir það. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Hvernig hefur þú haft það þessa dagana? Bara mjög gott. Já. Við höfum bara haft nóg fyrir stafni og það er náttúrulega fólk þarf að borða áfram. Fólk hefur nefnilega þurft að borða, já. Og við höfum bara þjónustað það með því að vera annars vegar eins og í kokkunum, þá erum við með mötuneyti í rekstri. Já. Margir sem eru að borða þar í gegn. Og svo í spýrunni hjá okkur, í Garðinum. Spýran? Já, og þar erum við búin að opna kvöldin líka. Já. Þurftu reyndar að lokum helgar út af því að við vorum með hlaðborð. Já. En það hefur verið mjög gott að gera í hádeginu og kvöldin. Já. Þannig að við erum bara mjög sáttir. En í Garðinum, segirðu? Garðheimum. Garðheimum, já, mér varst að segja bara Garðheimum. Nei, bara Garðheimum bara úti. Ég ætti að vera bara með í Garðinum. Nei, það er Garðheimum í Mjóddinni. Við erum þar á efri hæðinni. Já. Og þar eru 100 og eitthvað sæti sem að við höfum bara þurft að setja einhver 15-20 manns í. Já. Þannig að það er kannski ekki mikið. En þið sendið líka heim, er það ekki? Við erum að senda heim og rosa mikið take-away. Take-away, já. Take-away tilbúið á þriðjudögum með drykku og svona. Spýran gefur nú svona, hvað ég að segja, svona, já, þetta er svona hollustutengt þá. Já. Já. Margir hefðu gott að því, nefn ekki nöfn. Nei, ok. En það er lítið af hveiti og sykri. Lítið af hveiti og sykri? Já, mjög lítið, ekki í matnum, en við eigum kökur sem er hveiti og sykri. Ok. En aldrei í matnum sjálfum. Aldrei í matnum sjálfum. Þetta er hollustufæði? Já, þetta er hollustufæði. Er kjöt í þessu? Já, naut og bernes á föstudögum. Alltaf. Gott að heyra. Þannig að, já, það er svona föstudagur, sko, með ditti það svona virkilega í hug, þá er það að hafa sambandið þig, naut og bernes. Alltaf. Föstudagur. Og veganburger, ég ekki gleyma því. Já. Það er líka komið. En ég held að við ættum að byrja aðeins elda. Ok. Þú ert með bleikan fisk hér á borðið. Bleikan fisk, bleikju, íslenska bleikju. Og hérna... Þú ert nú veiðimaður mikill, eða svona svolítill. Mætir. Já. Þetta er ekki, þú veitir þetta ekki sjálfur? Nei, þetta er náttúrulega bara veiði er náttúrulega eins og þú veist, svolítið felles. Já, akkurát. Sumir veiða. Sumir eru. Já. Þannig að það er alls konar í þessu. Það reyndar var hérna einhver mynd sem sett var, það var svona gefið í skyn, þetta væri bara fyllirí og vitleysa. Það er vitleysa. Það er þetta, mér fannst nú þessi mynd alltið, sýna alltið verulega íkt að mynda þessu. Ég er ekki búinn að sjá þessa mynd, en mér hlakka til að sjá hana. Já, sömuleiðis. Hörðu, nú erum við hérna með bleikju og ég er bara að skera hana hérna í svona hæfilega bitastærðir. Já. Fyrir svona hérna klassísku íslensku fjölskyldu. Akkúrat. En það sem ég er búinn að gera er að ég er búinn að setja kartöflur inn í ofn. Á þann máta sem að flestir spurja mig hvernig ég geri. Og ég setja á 230 gráður í svona 30 mínútur þegar þetta eru svona litlar kartöflur. Óflysjaðar? Óflysjaðar, olía, salt og pipar. Og kemur svona smá hnetu keimur utan þær og svona. Kröst svona. Já, og þær er verið tilbúnir eftir 6 mínútur. En þar að auki ætla ég aðeins að vera hérna með möndlur sem ég set bara svona með hýðu og öllu á og ég ætla að skella því inn í ofn þegar svona, já við getum gert það svona núna sko. Þetta er bara að vera tilbúið sko. Já. Hvaða hita þetta með kartöflurnar á? Ég er með það 230. 230, góður hiti. Góður hiti og þá verða það svona poppaðar aðeins að utan, liftist aðeins hýðið og... En forsauðstu þær? Nei. Nei, ok. Alveg háar, en þetta er smælki og ég skal sýna þá eftir hversu litlar þær eru. Þær eru bara pínu litlar. Með þessu, þá ætlum við að vera með smjör, og möndlurnar sem ég sett inn. Þannig að það verður svona möndlusmjör. Og hérna, það kemur svona, sama geri ég við möndlurnar. Ég er svolítið svona, þannig að komið svona, þetta steikarbragð, svona pínu popp og sem er alltaf voða gott. Já, og
Já, einmitt. Ha. Og þú ert svona aðeins salt í smjörinu fær að leika þær, þú veist. Já. Þú veist, þetta svona... Og íslensk smjör, þetta getur ekki klikkað, sko. Íslensk smjör besta smjör í heimi. Það er bara það. Var ekki einhver sem sagði að það væri staðfest? Jú, já. Eða Það var ekki hallega. Já, pottið. Ha. Ég held að það hefði verið í sama skipti og hann var að kynna sem sagt íslenska lambakjötið út í New York. Já. Þegar hann kallaði í konuna og sagði Hey miss, you want meat? You want Icelandic lamb meat? Þá sagði hún bara, oh no thank you, I'm a vegetarian. So you don't eat meat? No. So if you don't eat meat, this is the meat to eat. Það er svona svipað, þú borðar ekki smjör og þetta smjörið sem ættir að borða. Sem þú borðar samt sem áður. Ok. En sko, nú erum við komið hérna. Það sem við ætlum að hafa meira með, ég er með brokkoli. Ok. Allra meina bót. Allra meina bót. Þetta er grænt grænmeti og rosalega próteinríkt og allt þetta. Þannig að ég ætla bara að skræla hérna stilkinn. Þarf að gera það? Já, hann er svolítið trénaður hérna neðst. Skilurðu? Ég nota hann og yfirleitt en mér er aldrei dottið þessu. Já, bara aðeins að taka hérna á honum. Einmitt. Af því ég ætla að steikja hann í raun og veru heilan. Já. Eða skera hann í tvennt. Það er svo gott að fá svona, ég er voðalega í þessu að brenna hluti. Það er best að ég verði bara svolítið í Þú svona... ert bestur í því. Þessu hérna sko. Svona. Ég geri bara svona. Ég skera hann bara í tvennt. Þrífa sko. Þú ert góður í því. Og ég veit það eigin reynslu. Já. En svo er bara eins og með allt sko. Ég ætlaði að þekkja þig hérna á hann þegar ég hitti þig. Nú? Allir með Ace Ventura COVID-greiðslu og bara stjörnundar upp í loftið og við erum allir eins og pet detective. Já. Þetta er þetta er svona þetta er fordæmalausi tímar. Já. Þar með verður þetta fordæmalaust útlit á okkur líka. Já, við erum bara, en... Ég ætlaði að koma í COVID-gallanum. Já, þetta breytist fjórða. Fjórða? Fjórða. Já. Þá fáum við að fara í klippingu. Já, þá fáum við að fara í klippingu. Já. Og maður á bara bókað þann dag. Ert þú ekki því líka? Þú gæti komið klippingu til mín, sko. Ég er með svona arm. Já. 2 metra. Má ég taka það seinna? Þú mátt að bóka, já. Það þú ert góður í fullt af hlutum. Þakka þér. Fullt af. En í hárið á þér fer ég ekki? Nei, ok. Ég hleypti konuna aðeins í það og það lítur svona út, sko. Það er bara búið að snýsta aðeins. Þetta er ekkert slæmt, láttu ekki svona. Sjáu hvað ég gerir hérna. Já. Set ég bara beint hérna sárið, eins og ég skar þetta í tvenn. Set ég sárið bara svona á. Bara beint í og þá brennur þetta aðeins og svona, sko. Sko, það getur allt gerst í beinni. Það getur allt gerst í beinni. Allt gerst í beinni. Það lendi loftsteinan í stúdíónu. En við erum tilbúinir í næsta. Herðu, sjáðu hvað ég gerir hérna. Þetta var hressandi. Já. Sko. Þið sem hefðu ekki alveg vaknað í morgun, þeir eru allan að vaknaði núna. Já. Sko. Ég bara steiki þetta svona. Þið afsakið lætin í Rúnari. Það þarf alltaf að vera smá læti í kringum þetta. Já. Þetta er aksjón. Herðu, en veistu hvað ég gerir næst? Nú er þetta bara svona. Já. Ég bara loka þessu. Já. Svo segi ég bara, ég kemur þetta smá. Þannig að þú snýrð þessu ekkert eða neitt svona. Þetta er bara sárið niður. Já. Og þá kemur rosalega skemmtileg svona brúnað brokkoli. Akkurat. Alveg bara... Ég finn strax þessa lykt. Finnur lykt? Sem ég elska. Já. Herru, það sem ég ætla að gera síðan, nú tek ég hérna aðeins, það sem ég var búinn að gera, ég var búinn að taka smá smjör. Vel að bráðnu smjöri. Já. Og ég ætla hérna taka þetta hérna. Möndlurnar í burtu. Pönnuna upp. Þetta er ruslaskálinn okkar hérna. Þetta er ruslaskálinn. Já. Þá tek ég hérna... Þetta. Ég vil endilega fá að gera eitthvað líka, skilur. Já. Gaman að hérna fá að vera... Það er að skýra á lættið hérna. Það? Já.
vonandi. Það sleppum við í hnífana. Haukur neitaði mér það í gær. Í alvöru? Já, hann tók einhverja svona sleif og eitthvað handa mér og töng, þú mátt vera með þetta. En hnífana lætur vera, kannski. En ég að spá, ég með einhverja slæma reynstæðir að byrja? Það sennilega bara einhver hugsanavilla. Við unnum saman í Grímsá. Þegar ég var húskarl þar. Ok, þá kannski... Svo fer svona stemming að súrna þegar líður á sumarið. Búin að vera of mikið að 18 tíma vöktum, sko. Sjáðu hérna. Ó! Er þetta rauðar? Nei, þetta er... En sjá hverja harða. Já, akkurat. Þetta er virkilega fallegt. Og þú ert alltaf reglulega sem spurður út í þessar leynivopp kartöflur einhverjar upp í spýru. Þetta er ekki geimvísindi. Sem sagt, bara þeir sem voru að koma að þegar Rúnar, hann með spýruna upp í Garðheimum og þeir eru bæði að senda út og sem sé teikavegið mjög vinsælt. Og síðan þessi litlu helluborð hérna, fæst þetta allt hérna hjá ykkur? Þessi litlu, já. Þetta náttúrulega, fyrir okkur kokkana þetta svolítið eins og að koma í dótabúð og fá að leika okkur í dótabúð. Þetta hérna? Já. Þetta þegar þú var 10 ára og komst inn í dótabúðin og þú mátti leika með allt. Þú má kannski ekki leika með allt, skilur þið? Nei. En Bjarni gaf mér samt svolítið leyfi á að fara í flesta hluti. Já. Sá einmitt þetta kjöttina daginn. Þannig hér. Já, vínkæli fyrir eina flösku. Vínkæli fyrir eina. Setja einn. Svo stillur bara Burgundi, Riesling eða hvað sem það er. Já. Og kælirinn bara tekur bara, þú veist, þá bara velur bara brúuna og hann kælir. Já, þetta stórsnið. Svona dót langar mig. Já. En var þetta eina dótið sem þú sást í þunni? Nei, nú ég bara að spyrja. Já, nei, ég sá fullt af öðru dóti, en þú ert kannski, nú ég ekki kokkur, sko. Nei. En ég rauðvínsunnandi. Rauðvínsunnendurnar, þær fljúa hérna yfir á vorin. Já. Og þú veist, og hérna, en þessi græja, þetta finnst mér þrælsnið. Já. Því að það munar hrikalega miklu að hafa vínið við rétt hitastig. Sammála. Og bjórinn. Og ég held til dæmis að fólk sé að drekka rauðvín yfirleitt of heitt. Já. Og það svona, þú ert búinn að gera vísindalegar rannsókn á þessu. Margbúinn að prófa þetta sjálfur. Margbúinn að prófa. Já. Og Á ég hleypa þér í þetta? Þetta? Já. Nei, gerð þú þetta. Já, þetta bara sko. Venjulega setja ég þetta í matvinnsluvél. En nú ætlum ég bara að gera þetta svona. Já. En það má líka gera þetta bara svona heima. Það er bara svona gróf saxamöndurnar og setja þessu út í smjöru. Einmitt. Það gerist ekkert stórkostlegt þegar einn bitin sé stærri en annar. Nei, nú erum við bara að gefa svona góða hugmyndir hvað þetta að gera heima. Ég sé að, sem sagt, þetta hefur lengi vafist fyrir mér. Já, hvort á ég að byrja að steikja bleikjuna á ofan eða neðan, eða semst á roðinu eða... Þetta eru skipta skoðanir. Já. Sko málið að ég til dæmis verið með stundum á matseli, þá steiki ég það reyngung á roðinu. Já. Roðið þá alveg kristi og þú bara tekur hann með. Já. Þegar ég svona heima þá, og oftast, þá steiki ég það á sárinu fyrst. Og sárið kalla ég, það sem liggur upp í beinagarði. Já. Er þá auðveldara að snúa því, eða... Nei, það verður bara að því að þú færða kannski þannig á diskin, þetta er svolítið bara, þá verður svona falleira brúnna. Já, ég skil þig. Og hérna... Þá er sko, en þegar þú tekur bara roðið niður, þá er roðið bara eins og bara skorpa á lambalæri eða einhverju svoleiði, sko. Já. Bara svona, þú veist, svona þessi kröst. Já. Já. Það er, ég er mikill roðmaður, svona, mér finnst gott svona einmitt grillað eða steikt roð. Svolítið tvöfaldur í roðinu, sko. Tvöfaldur í roðinu?
Þetta var ekki meðmæli, Ég ætla ekki að, ég ætla að biðja ykkur að vera ekki að kalla fram í útsendinguna sem eru hérna frammi. Hörðu, sjáðu þetta. Og ég er bara að nota salt og pipar á bleikina. Já, ekki timmian eða eitthvað. Nei, nú erum við bara miður við það að við ætlum bara að gera þetta heima hjá okkur. Já. Út á mánudegi, krakkarnir er búin að hringja 5 sinnum. Já. Hvað er í matinn? Einmitt. Þetta er það sem er í matinn og ekkert vesen. Nei. Og þú ert ekkert að dúlla, þú ert á leiðilegum fundi. Já. Þú var ykkur ógeðslega pirraður út í þig. Aha. Þetta er það sem, já, ég held það. Já, akkurat, jú, getur alveg passað bara. Þannig að hérna... Fyrir utan þau kannski ekkert komin með grænu kryddin einhvern veginn alveg svona heim en þá, sko. Það er bara þannig. En mér finnst nú samt, þetta er bara eins og börnin mín gegnum tíðina, sérstaklega bleikjan, þau elska hann. Já. Steikta, sko, þetta er bara... Ég er með smá hóp, með 4 stelpur. Já. Og ég er alveg með skipta skoðun á þessu. Já, ok. Já, þannig að það er meðan aðrar elska þorskinn. Já. Líkar en ekki bleikjan svo mikið. Skil. Skiptist þarna einhvers veginn niður, sko, þú veist. Hérna... Þetta er eitthvað varðandi genamengi, vantanlega. Já, en þetta er nú allt sem við genið samt. Svo að segja. Þetta er samt allt sem við genið, já. En þá er það bara kjarnarsýrurnar sem ráðast öðru í sig. Jú. En hvernig er eins og þegar þú kemur heim á kvöldi núna? Ertu alltaf viss hver kemur heim með það? Já, ég er nokkuð viss hver kemur heim, en það er ekkert víst ég nenni að vera hann allan tímans eftir ég kem heim samt, sko. Ég get bara skipt, sko. Það er þú eða Kári? Já, og líka bara ef ég er leiðilegur, þú veist, þá bara biður kona mig að svissa, sko. Já. En tekur þú þá Gylfa stundum? Hún er mjög svag fyrir Gylfa, sko. Nei. Herri, ég er að spá í einu. Eigum við að tala um matinn? Já, við þurfum að fá einn disk núna. Já. Við þurfum bara að henda over einu disk og ég ætla að setja á einn disk hérna. Takk fyrir þetta. Þessir, herðu, við vorum að tala um þetta, sjónvarpsmarkaðurinn ætti að vera komin aftur inn. Þessir Grétar bróðir var nú með sjónvarpsmarkaðinn hérna áður fyrir. Sýnir tíma. Já. Þessir gullfallegu diskar fást hér í mörgum litum í Bakó Ísberg. Nú, þeir eru óbrjótanlegir, nánast. En það er eitt sem ég ætla að segja. Þeir eru gullfallegir. Því meira sem að smjörið, eldast, svona ég vil fara með það í hálfgerða brúnum. Já. Þannig að hérna... Það er svona hérna... Það eru svona brúnasmjör. Akkurat, það kemur annað bragð. Og möndlurnar hjálpa því mikið. Já. En hérna var ég búinn að búa til bara smá svona úr sítrónusaf og olíu. Já. Og salt og pipar og ég gaf þessu dipp af hunangi. Ok. Þetta er mjög einfalt. Já. Ég heyri raunverulega einu kryddin sem þú hefur nefnt, salt, pipar. Já, það eigi þetta allir heima. Það eigi þetta allir heima? Já. Þannig að hérna... Er þessi bleikja í spýrunni á matseðli eða er þetta bara svona... Við erum alltaf með bleikju eða lax á þriðjudögum. Já. Þetta er til dæmis einn daginn hjá okkur, já. Og svo erum við með eins og í dag, það er hollandisósa, getur ekki klikkað, bleikja og hollandisósa og kartöflur. Dásamlegt. Algjörlega. Sko, en sjáðu hérna, Wow. Sjáðu hvernig þetta er að vera. Já, þetta er Æðislega flott. gott. Svo tek ég bara, það er smá bleikja og smá smjör. Svo finn ég þess að þú veist að tala um, ég finn netukeim hérna. Æðislega. Það er alltaf merkilegt. Hörðu, þá bara hendur við Ég vildi óska að áhorfendur getur fundið lykt líka hérna. Það er... Og svo ætla ég að hérna, gefa þessu hérna. Þetta er nú það sem einmitt kokkar hérna, fólk gleymir stundum að hugsa þegar kokkur er að setja mat á disk. Já. Þar fer listaverk að vera til, sko. Ég vil þeirri sammála þess. Þið eru bara, ég verði að hæla ykkur aðeins, sko, þið eru listamenn, sko, þú veist. Þetta er náttúrulega, við erum allir svolítið svona eins og listamenn. Já. Sumir bí, aðri vona bí náttúrulega, þú veist. Já. En svo eru við allir svolítið sérstakir eins og listamenn. Já. Það er kannski það meira. Það er svona, þú veist, einhver uppgerða Picasso í ykkur. Nei, svona. Sko, svo tek ég hérna.
Já, sjáu þið litin á þessu. Sjáðu litin. Hérna sko. Og þetta er það sem ég finn svo ógeðslega gott. Já. Sjö? Ég skal trúa því. Þetta, sem sagt, þegar ég er heima, þá gerir ég þetta nákvæmlega svona. Hvaða hita ertu með á þessu? Bara góðan? Já, bara góðan hita, sko. Já. 2,5, 3. Já. Ekki 3. Já, það er, nei, hún múti alveg fara upp í 7-8. En svo bara, legur smjörið koma á, þá þarf aðeins að passa, að það brenni ekki. Hvað nær eldavélin þín upp í 11? 18. Hörðu, og svo hérna og smá hérna sýra í salatinn og svona til að Sjáu þið nú, áhörfundur. Svona. geta allir gert þegar koma seint heim. Já, þetta er compositioninn. Ef við tökum svona listamanna, hér svona liggur þetta svolítið svona hérna inn og þetta er ekki dreift diskin, heldur sett svolítið í svona kjarna, sko. Það fer eftir hvað stíl menn alltaf nota. Nú náttúrulega er rosa mikið verið að dreifa og setja litla doppur allt og svona. Jú, já, það er núna, já. Þetta getur bara gert heima, sko. Já, þetta er bara, þetta brokkoli, þetta fer maður beint að gera núna, sko. Já. Og smjörið. Já. Íslenska smjörið. Þannig að það gufu síðst raunverulega ofan og brennur að neðan. Þetta, já. Þannig að það eldast, full eldast. Er þessi réttur þá tilbúinn? Hann er bara klár. Þetta er klárt svona. Þú mátt dýfa þetta. Er það ekki? Jú. Ef þú ert með hnífapör. Ég kom með hnífapör með mér, hvar eru þau? Já. Siggi! Heyrist í... Dum! Sko! Kemur sérlegur aðstofamaður. Öss. Veistu hvað þessi bleikja er? Þetta er klausturbleikja. Þetta er klausturbleikja. Já. Hún er það. Og svo verður að taka smá möndlur með. Verður að taka svona, veist, svona, já, þarna, og smá bita kartöflunni. Finnur þú þetta? Möndlurnar. Öss. Og ekki gleyma brokkolíinu. Ég var að geyma alveg síðast, sko. Er þetta ekki bara klárt eða? Þú verður til í þetta á mánuði eða þriðjudegi, miðvikudegi. Þetta er algjörlega æðislegt. Vá, ég hérna bara, þessi brokkoliaferð, ég hvet ykkur til að tilengja ykkur þetta. Þetta er bara frábært. Þetta er gott. Þetta er æðislega gott. Allir geta þetta. Rúna, við erum að tala sem sagt, það sem þú býður okkur, fyrir utan þennan æðislega rétt hér í dag, það er spíran í Garðheimum og kokkarnir. Sko kokkarnir veisluþjónusta, það er svolítið bara ekki í gangi núna. Svolítið mikið ekki í gangi. En við náttúrulega rekum samt fullt af mötuneytum sem við erum að gefa fólki að borða og það er alveg í gangi ennþá. Það hefur semst ekki dottið niður? Jú, það hefur dottið niður. Því að fólk er að vinna mikið heima. En það er samt fullt í gangi ennþá. Ég myndi segja alveg í kringum 50-55%. Þannig svona þegar allt er komið í lag og sem það gerir auðvitað, þá ertu í Garðheimum og svo eru kokkarnir með veisluþjónustuna og fyrirtækin geta, það eru kokkarnir líka sem sjáum það. En svo líka erum við náttúrulega með alveg glæsilegan brönnsum helgar í Spírunni sem er mjög vinsæll. Laugardags og sunnudags. Laugardags og sunnudags, sem við þurfum að dempa það aðeins niður meðan að þessar fjöldatakmarkanir eru. En það er nú eitthvað að slakna, akkurat í þessum orðum töluðum. Við bíðum spennt. Það er svona góður tveir á milli manna þarna, er það ekki bara? Við erum í dag bara með þriðja hvert borð í gangi. Já. Það er þannig hvert borð. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna í veislu, eða í eldhús allra landsmanna, í þáttinn sem sagt meistarakokkar í beinni. Við þökkum fyrir í dag og sjáumst hress og kát á morgun og bara verum frísk og sæl og gott að hafa þér, Rúnar. Takk fyrir. Takk fyrir í dag.